En segðu mér, ég bara, tölum verslun. Hvernig var verslunin að hátta þegar þið bygguð í Þorskafirði? Ég veit að Var það bara kaupfélagið þarna í... Fyrst var bara Hólmavík, svo var verslun alltaf út í Flatey, framverslunarverslun, og það var sko, það var hérna oft, menn fórust, það var sérstaklega á Múlasveitinni og eitthvað að Nesson fór út í Flatey eins og frá Hallsnes og það fór út í Flatey á versluðu og þá voru þeir alltaf að leggja inn félag á haustin sko. Og það var það sem var, það var nú sagt til dæmis þegar hann Ólafur Jónsson þarna prestur tók við stað og hana og þá voru flestir hérna bændur í Reykhólasveit, þeir voru eiginlega bara fátæklingar af því að þeir versluðu út í Flatey og hérna urðu að leggja inn lömbin á haustin og þeir eru líka að senda alltaf eða vera formenn á bátum frá Flatey. Þar af leiðandi voru þeir ekki oft við heyskapinn eins og þannig þeir gátu ekki fjölga fénu almennilega. En hann breytti þessu. Hann var einmitt að segja frá þess hann Árni Steppinsson hérna í minningaræðinu út á stað ekki, í staðarkirkjubæ. Og hann breytti þessu og eftir fáein ár var meiri hlutinn af bændunum var farnir að vera heima og sjálfum sér ráðandi má segja. En ég vissi það að sko, ég held að það var Teitur í Svinum sem átti kynastæði áður og Magnús var ekki búinn að borga nema helminginn af jarðarlaugum eða þú veist af verðinu þegar Lína er búinn að læra og hún hjálpuðist á að klára það, gerði ég sagt. Það var svo heilmikið sem hann þurfti að leggja sko í afgjald Af helmingnum sem sagt. Af jörðinni og það var bæði smjör og tólfheldi og kjöt sjálfsagt líka sko, ég þekki það nú ekki.